Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera heiminn betri stað. Er þetta eitthvað sem Anna Kristín Newton, sálfræðingur og fyrirverandi kennari minn í sálfræði, velkomin í 24/7. Já, takk fyrir. Það er mjög gaman að fá þig og ég dýf mig beint í þetta. Já. Botnaði þetta. Réttar sálfræði Spennandi. Spennandi? Ok, hvað spennandi það? Réttar sálfræði náttúrulega bara það eitt af sviðum innan sálfræðinar sem hefur bara vaxið og ennþá ört vaxandi. Og til að mynda, þú veist, fyrir 30 ára síðan gastu ekki lært réttar sálfræði. Nú hún kennd út allan heim. Og það náttúrulega bara fjallar eins og öll önnur sálfræði mannlega hegðun, en kannski hliðarnar sem að við þekkjum minna af, eða svona dökku hliðarnar, hvort sem það sko þolenda að geranda megin. Þess að við erum náttúrulega að tala svona réttar sálfræði fjallar náttúrulega mikið til afbrota hegðun og af hverju fólk fremur brot eða verður fyrir þeim og hvernig maður getur hjálpað eins og upp úr því. Og af hverju, ég veit að þetta er risastór spurning og getur svarað þessi, af hverju fremur fólk afbrot? Já, sko, viltu njörfa þetta eitthvað betur niður, eða? Ok, ég ætla, kannski ekki njörfum þetta niður hann, ég veit að þú ert búin að vinna mikið í fangelsinu og hjálpar, hvað einkennir þá sem, einhver minnstur milli þeirra sem lenda í fangelsi, í rauninni, sem fari í fangelsi? Já, það enda tiltölulega auðveldari spurning að svara. Þeir sem lenda inn í fangelsum má náttúrulega segja eru kannski þeir einstaklingar sem oft á tíðum hafa ekki fengið þau tækifæri sem þeir hefðu þurft að fá sem krakkar. Ég ætla bara að leyfa mér að segja það að stór hluti þeirra hefur verið jaðarsettur alveg frá barnsaldri. Það er að segja að þau fengu ekki tækifæri til að vaxa og dafna innan skólakerfisins, ef við tölum bara það, innan fjölskyldunar, innan samfélagsins í raun og veru með einhverjum hætti. Og þar að leiðandi leiðast þau oft út í þennan jaðar að því þau ná ekki kannski að halda áfram skólagöngu eftir grunnskóla eða hætta fyrr og því miður. Já, ég velti því fyrir mér sko því ég hef heyrt nokkur sinnum að sem spírallinni sá sko að þú uppeldi til dæmis. Ég veit að það er eitthvað tengt líka genum okkur svona dæmi að kannski hvað þessari ADHD eða allt þar fyrir göttunum. En uppeldi að því að þú eftir 4 ára aldur þá farast aðrir að þroska barnið þitt meira en þú sem foreldri. Og við vitum það að ekki tala að aggression verði píki 2 ára aldur eða eitthvað svoleiðis. Jú, passar. Og það talaði að hjálpa börnum, ég hef heyrt það og mátt alveg leiða þetta með ef ég vitlist fyrir mér. En ef maður næri ekki að beisla þessa aggression fyrir 4 ára aldur, að þá verður það bara rosalega erfitt fyrir einstaklinga af því að þeir lenda þá í áflóðum við vinina í skólanum, lenda þá út úr þar og færi ekki að taka þátt í þessum leikjum sem lífið snýst að taka þátt í og þá spíralst það út í, þá verður svolítið jaðarsettur og þá verður þetta einstaklingar sem munu fremja bara verður að sé á afbrotamenn í rauninni. Já, og ég meina við vitum alveg að hluti af hópsinn sem inn í fangelsum hefur örugglega akkurat þessa sögu og rannsóknir segja okkur það bara óvær börn. Að því þá bara tala óvær börn, það þarf að passa betur upp á þau heldur en vær börn að því að það kannski svona blanda af genum og uppeldi og annars slíkt skilur en börn sem að ná ekki að self-soothe eins og maður talar svona ná einhverju værið sjálf að þau eiga oft erfiðara með tilfinningar sínar og tilfinningastjórn til að mynda, reiði og akkurat eru kannski ekkert alltaf vinsælustu krakkarnir. Algjörlega. Ég heyrði einhverja sláin tölfræði, ég mani hvort það var 70-90% af föngum ólæsir. Kannski ekki ólæsir, en illalæs. Já. Það er kannski svolítið rokkandi, en jú, við vitum það að námserfiðleikar og lestrarerfiðleikar sérstaklega hjá þeim sem að sitja í fangelsum eru mjög miklir. Og líka svo bara lesblinda til að mynda, þess sem hefur bara aldrei verið greind, skilur við annars slíkt sem gera þeim erfiðara fyrir. Klárlega. Það er mjög áhugavert. Sem alltaf meiri hluti en karlmanna alltaf. Já, ég meina ég held að það sé eiginlega bara allstaðar hvert sem við lítum að það má áætla að 90-95% þeirra sem sitja inn í fangelsum, hvar sem í heiminum, eru karlmenn. Og svo konur og aðrir þá hinn 5-10%. Það er það ekki út af því að hvað ég segja af því að ef þú tekur sko bara
aggression, þú veist, Svona já. Og þú lítur bara normalklúruna og þú myndir taka bara úr meðaltalinu, þú veist, þá myndir þú taka út annarkort einsleik sem væri og myndir gíska á að kallmaður væri meira aggressív, þetta væri bara einsleikur út því. Þá myndir þú hafa rétt fyrir svona 60% tilöku, kannski 40. En síðan ferðu í 100 mest aggressívistu einstaklingi í heiminum og nánast hver og einasti það kallmaður. Er það ekki? Er þetta ekki svolítið munurinn í öfgunum? Jú, sko byrtingamyndin af því Já, birtingamyndin. Að því að svo eins og við erum bara að læra núna í allri umræðinni bara ofbeldi og ofbeldismenningu að ég meina ofbeldi ekki bara líkamlegt ofbeldi getur náttúrulega verið svo alls konar og ég held að við eftir alveg taka samræðu annars konar ofbeldi sem að konur beita kannski í jafn miklu mæli einhverjar meira heldur en karlmenn andlegt ofbeldi, já. Veitu, eru með einhverja tölur hvað það var? Nei, ég bara get því miður ekki sagt neina tölur af því að þetta akkurat bara kannski eitt af því sem við hefum eftir að flétta bara betur ofan af og skilja betur af því ég held að við skiljum þetta heldur ekkert alltaf nægilega vel. Það algengar að konur beiti andlega ofbeldi heldur en líkamlega. En sko, það algengar að konur beiti allavega andlega ofbeldi frekar en líkamlega ofbeldi eða kynferðisofbeldi sem þá kalllægara ef maður getur sagt svona svo birtingamyndin af ofbeldi en hvort að það beita í meira mæli heldur en karlmenn maður bara ekki viss það. Allavega eins og segir með við umræðuna þá held ég ekki en svo sýnarindar það hafa verið gerða núna rannsóknir af því að þegar að vera orða spurningar, hvort að fólk hafi orði fyrir einhverju, eða lendi í aðstæðum með annars líkt. Þetta er svolítið viðkvæmt, hvernig þú spyrð, hvernig fólk svarar. Já. Man þarf svolítið að passa orðalagi sem maður notar og karlmenn tengja bara ekkert rosalega mikið endilega við það að hafa verið beittir einhverju. Af því að það kannski bara passar ekki heldur bara inn í þeirra ímynda af þeim sjálfum en það var gerð og hafa verið gerða rannsóknir sem að kannski spyrja út í andlegt ofbeldi sem að bæði karlmenn og konur greina jafn mikið frá sérstætt bæði þar verið að kynja hlutföllin vera nokkuð jöfn Algjörlega, þetta er bara áhugavert að vera inn í þessu málum í tengslu við alla umræðinu sem búin að vera núna í samfélaginu. Já, alveg bara og þvílíkur lærdómur. Þetta bara, manni finnst maður bara að læra eitthvað nýtt á hverjum degi. Þetta er bara mjög, þetta er einmitt partur af réttarsálfræðinni sem er mjög spennandi, þó að hún sé náttúrulega líka mjög sár. Það að segja, maður er bara sárt að heyra þessar sögur og það er sárt að vita af fólki sem að lendir illa í öðrum. Algjörlega. Og það er líka sárt að vita það að þeir sem að sýna af sér slíka hegðun. Hafa ekki vitað eða vita á því að leita sér aðstofar. Já, og hafa ekki eins og, og að sé kannski, þið geti ekki leita sér, hvað að leita sér aðstofar? Þú rettir þetta eitthvað í tengslu við til dæmis barnakýrt, Já, akkurat. Þú veist, hvernig leita sér aðstofar við að, þú veist, komast yfir það, átt að segja á þessu? Já, og þetta hefur bara verið mjög, kannski, erfur hjalla yfirstiga því að það er ekki beint fólk sem að auglýsa mikið fyrir að vera meðferðarlar við þessum tiltekna vanda. Það er samt að breytast og við erum náttúrulega með úrræðis til dæmis sem heitir heimilisfrið sem að er að veita meðferð fyrir einstaklingar sem eru að beita ofbeldi í nánum samböndum. Svo að það er eitt úrræði sem er til. Það eru komnir ákveðnir sálfræðingar sem sérhæfa sig í þessum málaflokki, ég meðal annars og svo er komin nýtt úrræði sem heitir Taktu skrefið sem er sérstaklega ætlað þeim sem eru að sýna af sér skaðlega kynhegðun í svona breiðu samhengi. Svo það er að koma sýnilegri leiðir til að leita sér aðstæður en það hefur bara verið mjög erfitt að finna Hvar er í maður því vorum komin til í tímahjáður og við vorum að ræða af hverju sumir fengi ekki lengri refsingar og fólk væri almennt svona af hverju fær fólk ekki hámarksrefsingu og svona en þá komst þú með punktin að það er alltaf markmiði hvernig kemur einstaklingur sem betri einstaklingur út úr að hafa refsingarnir í samræmi við í rauninni svo auki líkurnar að geti orðið einhvern tímann einstaklingur í samfélaginu sem eru betri, fattar mig. Já, einmitt, þetta er svolítið flókið kannski líka því að svo erum við ákveðin refsiramma bara, svo það er hámars og lámarsrefsingar fyrir ákveðin brot. Til dæmis bara manndráp. Hámarsrefsing fyrir manndráp er 16 ár. Það er reyndar hægt að dæma í lífstíðafangelsi en það hefur bara ekki verið notað undanförnum
2 öldum örugglega. En lágmarksrefsing í þeim málum 1 ár. Þú getur aldrei fengið minna en það og þú getur ekki fengið meira en annað. Og þetta bara misjafnt á milli brotaflokka. Svo að auðvitað fólk ákveðnar einstaklingar sem að vilja kannski bara alltaf að hámarksrefsingin sé nýtt. En ef að við erum að hugsa þetta eins og þú segir í heildarsamhenginu hvað gerist þegar fólk kemur svo aftur út að þá hámarksrefsing ekki að fara að lækna neitt. Að setja einhvern í fangilsi ekki að fara að breyta hegðunni. Það tekur manneskjuna úr umferð, það alveg rétt, svo hún getur þá allavega ekki skaða neitt á meðan, svo sem markmið út á fyrir sig ef maður þar. En hvort sem hún fær hámarks eða lágmarksrefsingu þá mun hún náttúrulega eftir að koma út í samfélagið. Og við þurfum að reyna að vanda okkur, eins og þú segir, að fólk eigi einhvern möguleika á að hafa tækifæri til að betra sig, ef við tölum það. Og þess vegna skiptir máli að hámarksrefsingar sé ekkert alltaf nýttar af því að þær eru ekki til þess fallar. Sem örugglega erfitt að komast þennan hugsunarátt ef maður sá einslíku sem það var brotið á að maður kringum hann. Algjörlega. En svo finnst mér reynda líka mjög áhugavert að mér finnst það kannski ekkert endilega alltaf vera þolandinn sjálfur sem með hörðustu afstöðuna. Maður heyri það náttúrulega mjög gjarnan og við heyrum það líka bara núna í almennri umræðu sem núna í þjóðfélaginu. Þú veist, ég vil þau taka ábyrgð, ég vil þau takist á við vandann sinn, ég vil það hætti, ég vil að ekki neitt annar lendi í þessu. Þú veist, það líka verið að biðja okkur aðra hluti heldur en bara hámarksrefsingu. Og mér finnst það mjög bara áhugavert og flott hjá þessum þolendum að þora stíga fram og segja það. Þetta bara snýst ekkert alltaf bara refsingar, heldur snýst þetta að stoppa eitthvað af og breyta hegðun. Algjörlega, og sammála því og þá kannski kemur í þá spurningu hvernig axla þá, við samræðum í dag, bara menn ábyrgð. Hvernig axlar ábyrgð? Hvernig hægt að axla ábyrgð eftir að maður misti þessi svona? Já, ég hef líka bara velt þessu fyrir mér, hvernig maður gera það, því að við höfum líka heyrt það og það er þessi lærdómur allavega sem ég hef verið að draga af umræðinni það bara mjög misjafnt á milli þolanda hvað þeir þurfa og vilja. Og það er svolítið erfitt eins og einhver nefndi í einhverju umræðu, það er mjög erfitt að búa til eitthvað handrit. En það er líka voða erfitt að hver og einn þarf að finna því á sjálfum sér hvað eigi að gera. Svo að ég held að við þurfum að fara einhverja millileið þarna. Við verðum að finna einhverjar, ég held náttúrulega að taka ábyrgð að bara viðurkenna að maður hafi brotið á einhverjum. Það hlýtur alltaf að vera einn þátturinn sem þarf allan að gera. Svo náttúrulega fer það kannski bara eftir stöðu og eðli máls, skilurðu, hvað annað þarf að koma til. Algjörlega. En allavega það að maður viðurkenni að maður hafi skaðað einhvern, maður hafi brotið á rétti þeirra, að maður ætla að gera eitthvað í sínum málum og geri það. En svo þarf maður líka að fá tækifæri til að sýna það. Já, það var kannski næsta sem ég ætlaði að spyrja út í, hvenar og hvernig á að hleypa þá mönnum aftur í samfélagið, skilur. Að þýlinn til þá kerfið, handritið sem að fangelsi svolítið þægilegt. Þægilegt en ekki endilega gott. Þægilegt að þýlinn til, þú dæmir einhvern í fangelsi, hann fær 10 ára dóm fyrir ofbeldisbrot, það stendur bara í lögum. Eftir 2/3 dóms að öllu óbreyttu, svo lengi sem að hann hæfur, hefur ekki verið að brjóta af sér, að þá fær hann reynslulausn og hleypt aftur úr samfélagið. Svo eftir 7 ár þá hann komin alveg úr refsivörslu kerfinu, ef maður segir svo, nema þá hann bara þá á reynslulausn. Svo þar höfum við svona kerfi hvenar maður má koma aftur, en stóra spurningin hvenær samfélagið tilbúið að taka við manni aftur. Og það bara held ég ennþá bara mjög mikið spurningamerki þar við. Hvar og hvernig, ég held að við sem bara akkurat í þeirri vegferð að við erum bara ekkert komin eitt svar við því. Nei. En við vitum það að ef við tökum ekki á móti fólki allavega þeim sem eru búnir að kannski gera sitt eða gera eitthvað, því að það kannski geta ekki allir verið sammála hvað eigi að gera og hvernig, en ef við gefum þeim ekki tækifæri þá verður þeir jaðarsettir og sumir, ekki allir, en sumir verða hættulegri fyrir vikið. Algjörlega, ég held að þurfa ég að spyrja því að mér langar að heyra meira frá þessum umræðum í rauninni og
og ræða, eins og líka bara með mismunandi kynhegðun og hvar eru mörkin milli kynjana og hvernig eigum við að spila þetta, hvernig getum við þá við kallmenn gert betur og hvað, og eitt sem ég heyrði, eitt hugtak sem langaði að nefna þig, sem heitir microaggressor, minnum mig. Já. Það hvenær það, þú veist, ef mín hegðun ekki, markmiðmenn ekki að vera ógnandi við þig, en þú upplifir hann sem ógnandi. Já. Hvernig getur við leyst úr því? Akkurat. Og þá kannski kemur þetta sem er sjálfsþekkinguna og mér finnst þetta svolítið gott dæmi hjá þér að hvort að þú sért ógnandi við mig, þú veist, að því að stundum einmitt veit fólk bara ekki af því að það er ógnandi og stundum getur fólk ekkert kannski í því gert ef það er stórt og mikið. Þú veist, þeir eru bara 2 metrar á hæð og 170 kíló. Þú veist, það er bara, og ég þú veist, 1,60 á hæð og ég ætla ekki að segja hvað mörg kíló. Og þú veist, bara stærðamunurinn getur verið ógnandi og yfirþyrmandi. Svo að en við getum ekki látið fólk breyta því, en við getum breytt sko að fólk sem meðvitað það og það hafi svolítið svona gott innsæi bara hver þau eru og hvernig þau birtast öðrum. En það er til dæmis bara eitt af því sem að það er ekki nógu lítið spegil. Þess við þurfum stundum að fá einhverja aðra til að bara segja okkur og upplýsa okkur og tala það við okkur. Og þú veist, þetta er náttúrulega, ég er bara að hugsa með eitthvað dæmi sem að gæti verið svona sambærilegt, svona krakkar sem byrja á kynþroska mjög snemma. Það er mjög erfitt náttúrulega að vera krakkin í bekknum sem byrja fyrst á kynþroska. Og bara, náttúrulega ofta tíðum bara mjög erfitt fyrir þau að bara fara í leikfimi eða annað slíkt, en yfirleitt, þú veist, foreldrar þeirra barna taka yfirleitt ákveðið samtal við þau. Þú veist, þau náttúrulega átt að sjá því að það er þarna, þau eru væntanlega komin þá annarkvort með brjóst eða punghár eða þú veist, hvernig sem það er. Og þau taka þá umræðina og þau setja þetta í samhengi fyrir þau. Þú veist, þú veist, bara krakkar byrja á kynþroskaskeiðinu á mismunandi stigi, þú veist, nú ert þú fyrstur, hinir munu koma og það er svona lagt, flestir foreldrar leggja pínlítið púður í það. Við þyrftum náttúrulega bara að gera það líka við aðra hluti. Til dæmis bara hvernig mann birtist öðrum. Þú veist, auðvitað þurfa þá foreldrar líka að vera, ef við erum að tala bara hegðun okkar, ekki stærðina, eitthvað fysiskt, heldur að vera vakandi fyrir því og því miður þá lærum við líka svolítið mikið af foreldrum okkar. Við tökum svona marga takta frá foreldrum, svo að en þetta er eitthvað sem við ættum að vera að beina sjónir miklu meira að. Ég ætla ekki að leggja allt á skólana, því það er ekki hægt að leggja allt á skólana, en við bara, þú veist, við öll, við ættum að vera bara að tala meira það, hvernig við erum og hvernig við birtumst öðrum. Og líka kannski svo bara, ef maður tekur eftir, eins og hvernig við birtumst og hvernig kannski óviðandi hegðun eitthvað sliðis, það geta þá, tekið slægin með bara, þetta er kannski ekki í lægi, skilur, í staðan fyrir að sópa þið bara til teppið, sko. Já. Og það er, mér finnst ég sjá mikla breyting á því að mér finnst ungt fólk almennt séð oft á tíðum mjög duglegt að geta sagt, þetta er ekki til að ég hafa hætt þessu eða þess að gott spá. Þau fá strax og maður þarf að koma með skilabóðin strax til þess að fólk tengi það þá við sína hegðun. Svo við þurfum að bara hafa smá kjark í okkur. Algjörlega. Og maður þarf ekki að vera maður er ekki að refsa neinum. Við erum náttúrulega að reyna að segja þeim til þess að þau standi sér betur. Já, algjörlega. Við erum að endurgjöf, basically. En mér finnst áhugavert sem þú sagði með eins og útlit bara. Af því að þú veist, segjum sér svo að einhver myndi byrja að tala við stelpun og skemmtist eða eitthvað. Og hann væri bara rosa myndalegur. Það er kannski allt annað tekið í það heldur en hann væri ómyndalegur. Já. Við erum bara mjög grunn, við erum svona mjög shallow, þú veist, við föllum fyrir fallugu fólki, það er bara staðreind. Þetta er, mér finnst það mjög áhært og ég held að líka bara að sé, eins og sögum, það ræða bara hver mörkin eru og hvernig líta út og auðvitað eru þið misjöfn eftir aðstæðum fyrir sig og allt svona, en þú veist, og viljum við fara að vera með einhver samning sem er bara skriflegur, skilur við? Já, það hefur nú stundum komið þetta, en sko, náttúrulega svo verður þetta að pína, mér finnst það stundum bara svolítið flókin umræða, því að samhliða því þú veist að maður vill að fólk bara hafi frelsi, þú veist, til að lifa lífinu, en ég segi það með mína krakka, þú veist, það er ekki góð hugmynd að sofa hjá einhverjum sem að þú bara þekkir ekki og þú ert fullur. Það er ekki besta upplifun sem þú munt væntanlega að fá að kynlífi og það er bara svo margt sem getur farið úrskeiðis við slíkar aðstæður eða fólk upplifið það allavega og
svo hérna, byrja því að stunda kynlíf edrú. Það væri einn þátturinn, bara fyrir svona manns eigin upplifun, en hérna, en auðvitað það þetta, þú veist, bara mörk í samskiptum og bara samskiptahættir og virðing í samskiptum, en það snýst náttúrulega kannski bara fyrst og fremst bara að við kunnum að bera virðingu fyrir öðrum. Algjörlega. Og það svolítið bara, menningin hefur ekkert alltaf kennt okkur það. Algjörlega, og mér finnst líka bara alltaf þetta, ég svo ógeðslega þreyttur á þessu öllu, kona á móti köllum og allt þetta, þú veist, bara við erum bara einstaklingar, sko. Já, og svo nú bara staðreyndið þannig, hvort sem konur á móti köllum eða kallar með köllum eða konur með konum, þú veist, við erum samt bara oft bara skotin í hvort öðru. Já. Þú veist, og við viljum geta verið það áfram og með einhverjum uppbyggilegum hætti, skilurðu, svo að hérna, þó að við séum ósammála einhverjar svona samskiptaleiðir, skilurðu, þá viljum við öll þessi samskipti. Eða flest okkar. Svo að hérna, við þurfum bara að vera duglega að æfa okkur. Það er bara þannig. Það er bara þannig. En hvað hérna, en heldur þetta tengist eitthvað eins og búið mikið umræðina, náttúrulega svona mikil ákveðin staða og völd sem fylgir ákveðin sem eru búin að tekna fyrir. Er eitthvað sem brenglast þar? Hvað er það algengara í hóp sem er með hærri status en hóp sem er minni status? Ég hugsa að þeir hafi fleiri tækifæri. Já. Þú veist, það er náttúrulega þau kannski bara, ef maður hugsa bara, þau fara víðar. Já. Þú veist, og þá hefur maður bara fleiri tækifæri. Já. Heldur en þeir sem að lifa kannski lokaðari lífi og bara með einfaldari hætti og minni athygli. En, þú veist, er eitthvað sem brengslast sérstaklega þar, skilur við, það er allavega, þú veist, þessi virðing fyrir rétti annara greinilega er ekki í lagi. En ég held að við getum fundið því miður, þú veist, bara dæmi þetta allstaðar. Já. Þú veist, það er bara þessir einstaklingar kannski náttúrulega eru dregnir fram í dagsljósið að því þeir eru í dagsljósinu. Já. Og sviðsljósinu. Já. Þú veist, en ég held að því miður að ef við myndum bara fara einhverja blokkar íbúðir, þú veist, í útkverfum, í Hafnarfirði eða hver sem að við myndum líka finna sambærilega hegðunarmunstur. Og eins og þú talar sko, sem ég lærði það fyrir þeirri réttisálfræði, var að, þú veist, það er bara, fólk getur verið eins og myndarlegu bara ungu maður sem er með bara framkvæm þessi hegðun eða með barnakind eða eitthvað svolítið, sko. Þetta er ekki þessi típa sem við sjáum sem er eitthvað ógeðslega lítur ógeðslega út og eitthvað svona, skilur. Það er bara, venjulegt já. Fólk. Og að því við vitum það náttúrulega líka, það er svo hátt hlutfall þessara mála, við verum það bara að tala kynferðisbrot almennt, Já. sem að fara aldrei til lögreglu til að mynda. Já. Þú veist, ég meina, þau eru bara ekki tilkynnt. Það er nú kannski eitthvað að breytast í þeim efnum, en samt sem áður. Ég held ennþá daginn í dag, það sé ennþá hátt hlutfall brota sem að hefur aldrei verið tilkynnt. Og hérna, en kannski þau mál sem að rata þangað inn, það eru kannski ymmit síður málin þar sem að fólkið er áberandi og hefur út á við einhverja meiri status og meiri mynd, það er þá frekar ymmit málin sem að það sem einstaklingur eru jaðarsettir eða jaðarsettari sem að rata. Heyri, mér langar til að trufla ykkur aðeins til að þakka styrktaralunum podcastins. Kristall. Það er bara ekkert betra en að fá sér kristall. Ég mæli með þessum græna í dós og þessum dökkgræna í plasti og þetta er svona gos hollafólksins og það sést hverju drekka kristall. Að lokum þá vil ég þakka Zuma kærlega fyrir. Þetta er svona fyrsti staður sem kemur upp í huga minn þegar mér langar að fara eitthvað og fagna og eiga í einstakri upplifun og borða leið hollan og góða mat. Þannig ég mæli með því að fara á Sumak ef þið viljið fagna einhverju tilefni. En annars vil ég bara leið og ég þakka þessum styrktaralunum og þessum styrktaralunum sem ég nefndi í byrjun og koma fram á milli í YouTube-vídeónum, að þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að horfa, af því að ég er mjög þakkláttur fyrir það að þið sé að verja ykkar tíma í að horfa og hlusta á 24/7 og án ykkar þá væri ég ekki hér og fengi ekki tækifæri til að gera þetta áfram, þannig að bara takk kærlega fyrir og vonandi að þið njóti vel. Og hvernig þessi komið búið talar að segja þetta, var með þetta fólk flikkist í hópa með þetta, þú veist, að taka
opna umræðina og taka fólk fyrir á samskiptamönnum og útskúfa að styrunni og að þú veist réttarkerfið að sjá þetta, fattar hvert að fara en það náttúrulega erfitt af því að hvað ekki 98% mála sem fara ekki í gegn, kynferðisafbrotum til dæmis kannski ekki alveg svona hátt en það er mjög hátt Þannig að ertu búin að hugsa eitthvað í þessu jafnvægi að þú veist, ertu með einhverja pælingar í kringum þetta? Af hverju fólk fer þá ekki með það í... Nei, bara, þess sumir segja, bara láta réttarkerfið eiga við þetta, en þú veist, kannski kerfið ekkert sett nákvæmlega upp þannig að það geti átt við þetta eins og það í dag, eða hvað? Nei, ég held að þetta sé bara eina svari sem hann getur gefið, að við vitum það alveg, það er eitthvað, réttarkerfið nær bara ekki utanum ákveðin tegund mála. Það sem er orð á móti orði, sem er náttúrulega kannski eðli málsins samkvæmt í kynferðismálum er það oftast þannig að það er bara 2 einstaklingar á staðnum að þá því miður þá er réttarkerfið ekki til þess fallið að geta tekið upp gögn og lagt til hlítar í málum svo að úr því verðið fallið dómur svo að það hlýtur að vera mjög sárt fyrir þá einstaklingar sem að fara með mál til lögreglunar og svo er það einmitt látið niður falla eða er raun og veru ekki dæmt í því máli. Svo ég held að, nei, kerfið er ekki að fungera þar. Og mér finnst náttúrulega mjög áhugaverðar þessar leiðir sem hafa verið nefndar, til dæmis eins og með þessar ég man ekki hvað þetta heitir á íslensku, þetta heitir Restorative Justice. Ég kannski vil ekki endilega kalla þetta sáttamiðlum að því að það er kannski ekki alveg rétt að orðið, þú veist, að því að ég held að þolandi getur kannski aldrei verið sáttur, þú veist, en kannski sáttur við lyktir máls, þú veist, eða sáttari við lyktir máls, eða hvernig sem það er. Ég held að það er eitthvað sem við komum til með að heyra og sjá meira af í einhverjum tilfellum, að mál fari í þann farveg. Hvað er það? Það er þegar að brotaþoli og þá gerandinn í máli eru í raun og gefin þar pláss og ráðrum undir öruggum kringumstæðum að ræða málið. Og þá er ég ekki að tala að bara segja sína hlið, heldur er það fylgir náttúrulega því að gerandinn er þá að taka ábyrgð á því sem gerist og gefur þolandunum færi á að segja sína hlið og sína sögu og sína upplifun og í raun þann sársauka þá sem hann fylgir því og hann eða hún tekur á móti og í raun og vinnur með þolandum í að halda áfram. Og í sjálfu sér líka, þess að það er kannski bara annar partur, hvort að sá einstaklingur fari kannski líka í meðferð og fái aðstoð. En þetta er í raun og veru leið til að mæta, því að eitt af því sem ég hef oft velt fyrir mér og held að sé bara mjög erfitt, að eitt er það að þú verður fyrir afbroti, alvarlegu afbroti, afbrotamaðurinn er tekinn og settur inn í fangelsi, jafnvel kannski bara strax, svo að þú veist að það gerist eitthvað, hann er settur bara í gæsluvarðhald og svo er bara fyrir hann í sinn dóm, svo þú sérð hann aldrei, þú þarft ekki að mæta honum, en þú veist að hann mun koma út eftir 7 ár og 3 mánuði eða hvernig sem það er. Líður eitthvað betra þá með að vita að þessi einstaklingur sé út á götu, að þú veist bara ekki neitt, þú eru ekki mætt manneskjuna, þú eru ekki hitt manneskjuna, þú eru ekki séð, þú veist, ég held að það sé oft á tíðum líka bara mjög ókveikjandi. Og það væri í þeim tilfellum sem það er hægt, ég er ekki að segja að þetta sé alltaf raunhæft, nei. En í þeim tilfellum sem það er hægt, ég held að þú myndir taka bara svo mikla vanlíðan og kvíða, ótta í burtu, þú veist, eða þú bara búin að mæta einstaklingnum og einstaklingurinn sem er gerandinn er búin að taka á sig sök. Já, tilbúin til að taka ábyrgð og að þú veist að eigi samræðum og þú veist, svo ég held að, og það er bara eitthvað sem að kerfið okkar hefur í raun og veru ekki gert ráð fyrir almennilega, en er greinilega að koma núna upp í umræðinu, við sjáum þetta í nágrannalöndunum er þetta mikið notað, og það er alveg mál hér sem að hafa verið sett í þennan farveg, sérstaklega með unga einstaklinga, þá lögreglan er að gera það og ég veit að það stendur til að gera meira af því, sem að ég held að sé mjög hollt. Mjög áhugavert, það er líka mikið hugrekki frá þolandanum til að mæta og... Algjörlega. En þú veist, já, ef maður hugsa þetta bara eins og þú veist að ræða að það verður þá kannski ekki sé ótti þegar hann losnar eftir 7 ár og farið eitthvað svona lokun á þessu og sérði ekkert, hinn einstaklingur færi ekkert að beðast fyrirkenningar eða hvað sem það er, skilurðu. Ég meina, við þekkjum þetta bara sjálf bara okkur daglega lífi. Maður lendur upp á kant við einhvern
og við könnumst eiginlega öll við þetta bara, shit, allir hann verði í þessu boði, allir hún verði í þessu boði þess ég er ekki búin að tala við þau þegar lendi einhvern veginn illa saman og mér mislíkaði það sem þau sögðu gerðu mér ekkert, en bara, þú veist og lendi, þú veist, og bara það að vera settur í einhverja aðstæður þar sem einhver sem mann finnst einhvern veginn, ekki með réttu viðhorfin eða óþægilegur eða hvernig sem það er, það getur fengið okkur til að svona, á ég að fara eða ekki, á ég kannski bara sleppa því og eitthvað svona, eða þegar maður sér þau út á götum, maður passa sig að fara hinum einu götuna og horfi hinn áttina, ég meina, þetta er bara dagstælir hlutir, hvað þá einhvern sem hefur í raun og veru, sko, aldrei er skada, það má alveg sinnum að það með nokkrum tölum, sko. Já, maður getur allavega að ímynda sér það, en ég veit að það er líka stundum öfusnúið, það er að segja líka geranda megin frá, að þau eru líka í þessum spórum, svo það er líka vont fyrir gerandan að upplifa sig einhvern veginn alltaf í felum ef hann hefur gert réttu hlutina og vill taka ábyrgð og annað slíkt af því að það að því við höfum alveg dæmi þess að það er til fólk sem að skaðar aðra beitir ofbeldi og vill taka ábyrgðina og vill breyta sér og vinnur í því en það vantar kannski þeim með þennan endapunkt, það vantar svona punktin yfir þau fá ekki tækifæri kannski til að sína þeim sem það kannski raunverulega skiptir mestumáli sínum brótaþolum að þau hafi tekið breytingum og þá maður verið búin til einhver svona vettfangur ég meina, þú veit ekki, getur fólk hist eða hringt eða sendt bréf eða eitthvað þess áttar en þetta er svona ein önnur útfærslan sem ég held að verður áhugavert að sjá Það er klárlega, en þeir sem eru gerundur, og nú er náttúrulega að spyrja þetta rosa vítt, en þú veist, er ekki oftast, þetta er ekki til fyrsta skipti sem einstaklingur gerir þetta, að þú veist mjög oft, er þetta ekki svona oft sem eru einhver röð brota, eða kemur einhver annað en svo kemur einhver umræð upp og þá kemur allt í miklu fleiri umræður þennan einstakling, er ekki, þetta er kannski rosa mjög sjáft, en þú veist, er ekki oft svona einstaklingur sem eru búin að brjóta, þetta er ekki til fyrst skipti sem eru að brjóta af sér? Nei, það virðist náttúrulega vera, þetta verður náttúrulega oft á tíðum ákveðin partur af hegðunarmunstri yfirleitt þetta við að fólk upplifi sig að það hafi þá einhverju stjórn á aðstæðunum stundum stjórn þau eru náttúrulega stjórna með því oft á tíðum en á hverju stjórna maður á hverju vill mann stjórna oft er það því að maður er óöruggur stöðu sína skiluru eða ég er ekki að segja þessi afsökun, ég er bara svona að veltaði upp skiluru, þú veist, fólk sem er mjög stjórnsamt er ofta til þeim bara mjög óöruggt og þetta er svona ákveðin svona öryggishegðun þú veist, ef ég bara með allt under control, þú veist, og með allt á hreinu og veit alveg hvað allir er að gera alltaf, ég er bara með pultan á púlsunum skilu, þá bara fer ekkert úrskeiðis en það er ekkert mjög hjálplegt og er ekki mjög heilbrigt og það er alveg rétt að það fylgir oft þetta bara fylgir samböndum bara nýtt samband en sami hegðunin algjörlega en við þetta geta komið upp aðstæður þú veist sem eru bara einu sinni eitt skipti undir ákveðnum kringumstæðum og ekki aftur en það eru kannski ekki málin sem að þau mál yfirleitt kannski fari annan farveg Algjörlega. Hvað eins og í fangelsunum, hvað gerir þið til þess að bara hjálpa þeim að vera betri? Já, sko, það er náttúrulega við vitum það sem skiptir náttúrulega ótrúlega miklu máli er það að fólk hafi tækifæri að vinna með einhverja styrkleika sína og það hafi að einhverju að hverfa þegar þau fara út úr fangelsinu. Svo að ég meina skiljanlega og eðlilega þá hefur svona verið lögð áhersla og verður vonandi lögð meiri áhersla á að nám sé í boði. Þú veist, að því að það er bara, þú veist, einhvern veginn þarfst að lifa af, svo að þú þarfst náttúrulega að hafa eitthvað á bakviði. Oft á tíma hafa náttúrulega einstaklingar í fangelsum kannski takmarkaða vinnusögu. Svo að þú veist, nám og vinna er kannski eitthvað sem er svona reynt að vinna með. Það þyrfti að gera það betur. Nám í fangelsum hefur svona eiginlega einskorast þá við bóklegt nám. Það er náttúrulega kannski fyrir þá sem eru lesblindir og með mikla og margþætt á námserfileika, þá er það ekkert besta leiðin. Það þyrfti að vera eitthvað miklu praktískara stundum í gangi og það stendur til að skoða það í svona víðu samhengi. En svona meðferðarlega séð að þá hefur staðan verið þannig að það er náttúrulega
fyrst og fremst þá kannski verið að horfa til þeirra sem eru að beita kynferðisofbeldi sem að fá þá svona markvissa meðferð sem tengist því. Og þá erum við náttúrulega svolítið að reyna að skoða hegðunina og þær hugsanir sem að keyra hegðunina áfram. Og við erum að reyna að grípa þá akkurat, þú veist, hvað er það sem að kveikir á þessari hegðun. Þú veist, er það eitthvað í tengslu við óryggi, skilurðu, sem að birtist þá sem svona stjórnandi hegðun? Er það reiðin til að hafa hemil svona á aðstáðunum, ef ég er háværastur, þá fer enginn í mig? Þú veist, og hérna þurfum við þá ekki að kenna fólki aðra leiðir til að hafa stjórn heldur en að sína reiði og upplifa sig öruggt. Svo það snýst svolítið mikið þetta, að hérna reyna að fá fólk til að átta sig á viðhorfum sínum og svo finna leiðir til að aðra leiðir til að, hérna, og betri leiðir til að fá, ef við getum að segja, til að fá tækifæri til að vaxa sem manneskja. Af því að stundum upplifum að sumir hafa bara einhvern veginn staðnað á ákveðnu skeiði, eins og sagði 2 ára skeiði, það sem að krakkar eru oft bara mjög ofbeldisfull, ég meina þau eru að bíta og lemja og allt þetta. Ég ætla ekki að segja hérna, að þeir sem eru í fangelsum séu þannig, en þeir kannski staðna á einhverju öðru svona þroskaskeiði, oft náttúrulega tengt neyslu líka, og því að það náttúrulega því miður er bara veruleiki mjög margra sem eru í fangelsum að vera og hafa verið í virkri neyslu kannski frá úlingsárum og fengu kannski bara aldrei alveg frá þeim tímapunkti aldrei tækifæri til að þroskast bara sem manneskja og hérna svo að við svona reynum bara að gefa þeim þá færi á því að prófa aðra hugsun sem að vonandi leiðir til annars konar hegðun. Það er það bara hugurinn aðvöldum meðferðir. Það er svona, já, í grunninn er það. Já. En kannski sérstaklega beint á kannski kynferðislegum viðhorfum, skilurðu, eða samskiptum, samböndum. Já, og síðan það er algengara kallar leiti í vímugjafa, eða ekki. Og ég velti fyrir mér, ég er alltaf hérna af hverju hlutinni gerar, sko. Af hverju, er það þá hafa engin verkfæri eða tól til þess að þá eiga við þessa mannlegan sem þeir hafa, skilurðu mig? Þeir eru viðkomið fyrir, þú veist, eins og bara með alkohólisma, þú ert kvíðinn eða eitthvað áhyggjur og þú bara drekkur ofan í það, sem bara heldur áfram. Væri betra að tala um það eða að finna eitthvað aðrar leiðir til að svala þessum kvíða, skilurðu, sem er að halda þessum spyrir. Örugglega, pottþétt. Og ég held að það sé sama þess með vímefnin. Vímefnin er náttúrulega bara leið til að takast á við vanlega. Í hjá flestum. Kannski byrjar það sem einhver skemmtun skiluru og við vitum það náttúrulega alveg, það fullt af fólki sem að hefur fengið sér eitthvað en það er ekki vandamál sem slíkt skiluru, þú veist, þau bara en það er náttúrulega ekki fólki sem lendir á mínu vinnustaf. Þú veist, þegar þú ert komin með svona virkan vímefnavanda skiluru að þá er það yfirleitt að því að það er bara mjög mikil vanlíðan og tilfinningalegt rót sem að fólk kann ekki að takast á við eða feysa eða annars slíkt. Og ég held að strákar, einmitt, að þú ert að tala um þetta, við erum ennþá svolítið í því að strákar tala eða þeim er ekki gefið tækifæri að tala tilfinningar sínar og það er líka einhver eðlismunur, held ég. Það bara er það. Við getum bara ekkert alveg litið fram hjá því, sko. Við verðum aldrei nákvæmlega eins. Nei, nákvæmlega. Við erum bara öðruvísi samsett. Og hérna, en strákum bara, þeir fá ekki verkfærin. Þess að við getum alveg hjálpað þeim með eitthvað af því og tala betur til þeirra það hvað það er gott að tala tilfinningar stundum. Yndislegt. Já. En hérna, og vita hvað maður á að gera við þær. Já, vita hvernig maður á að stjórna þeim. Það er ekki að því að fá einhverja hugsanir, það er ekki að upplifa einhverja tilfinningar, þú ert ekki hugsanæðinar og við erum all fengið einhverja skrítan hugsanir, sko. Og þegar fólk byrja að hafa ómikla ágjörða og allt þetta, þá myndar þessi árátt og þrá ekki og allt þetta. En við fáum öll skrítan hugsanir og við upplifum öll reiði og kvíða og sorg og bara allt sem þetta fylgir tilverunni. En síðan er annað að láta það hleypa með sér í guðnur. Akkurat, og að það verði eitthvað svona munstur sem að maður bara grípur í, bara í hvert skipti sem að ég er móðgæður, þá bara lemja þig. Nokkulega. Þú veist, og bara, ef þú horfir á mig vitlaust, þá bara lemja þig. Þú veist, það er náttúrulega akkurat þetta sem við þurfum að vera vakandi fyrir, skilur, að fólk þarf að þekkja
tilfinninguna, vita hvernig hún á að virka. Já, hvað sem ég upplifa? Já, af því það líka bara mjög algengt, finnst manni, þegar maður að tala við fólk sem að hefur bara farið í gegnum mjög mikið og kannski endar í fangelsum, að það bara svona, það annarkvort reiður, leiður, stundum glaður. Punktur. Það bara ekkert mjög mikið af öðrum tilfinningum í gangi. Nei, það líka, það mjög fáir sem þekkja fleiri en 3 tilfinningar, sko. En það svo dásamlega margar og svo gaman þegar maður átt að sjá því að sumt getur verið bæði spennandi, óttavekjandi á sama tíma, af því að þetta kemur á sama grunni, sko. Og líka, oft byrtist reiði út af vonbrigðum og okkur svona dæmi, sko. Það svona tengja allt saman, mér finnst það. Sko, reiði náttúrulega bara birtingamynd af einhver öðru. Það þú veist, held ég bara í grunni. Reiði per se ekki grunnurinn, skilur það bara svona viðbragðið við einhverju svona dýpri tilfinningum, menna það getur verið skömm og sektarkennd. Ekki skömm til að vera svona ævafór tilfinning bara. Og bara mjög erfið og hún heldur okkur á bara mjög vondum stað. Og en stundum allt í lagi að skamma sína, því að stundum hefur maður bara gert eitthvað og það allt í lagi að vera með einhverju skömm í einhver tíma en hún má ekki einhvern veginn keyra okkur. Nei. Áfram í vitleysu ofta tíðum, en hún gerir það. Sérlega áhugavert með, með fanga sem eru, eða líka bara eins og tölum kannski út fyrir þitt sviðið eða eitthvað svoleiðis, en svona meðferðið fyrir vímuefnum og svona, eins og heyrði einhvern tímann að í Víetnamstríðinu voru eitthvað 40% af hermönnum Bandaríkjunum sem voru með heroín. Síðan þau komið heim, þá var alltaf 5% af þessum 40% sem voru áfram. Það snýst rosa mikið áfram sérst heroín sjúklingar. Það snýst svo mikið umhverfið og kannski það sem ég ætla að spyrja lífið eftir fangelsið, skiljum. Ertu að fara að sækja, hvaða umhverf ertu í? Ertu að fara í sama umhverf aftur? Hvernig hjálpa maður, eins og þú talar að hjálpa föngum að mennta sig og að nýta styrkleikar sinna í að gera eitthvað gott af því að líka það gefur okkur tilgang í lífinu og alls konar þannig. Þannig veltaði fyrir mér, eitthvað meira sem ég gerir til að hjálpa þeim að halda áfram í lífinu? Já, ég geti sagt að við getum reddað öllum vinnu og húsnæði af því að það er 2 grunnþarfir sem að margir hafa ekki uppfyllt þegar þeir fara út á fangelsi og eins það hljómar að þá hafa þeir það þá minnskosti í fangelsi. Þau hafa húsnæði og einhverja virkni. En ekki það að hún ekki fara að bjarga þeim, skilur þau stóru úr því. En vandinn akkurat þessi að það bara mjög erfitt fyrir mjög marga sem að koma út á fangelsum að finna sér vinnu eða húsnæði. Og ef við höfum ekki þessu grunnþörf, þessu öryggisþörf okkar ekki mætt, þá eigum við bara lítinn séns. Þá skiptir eiginlega engu máli hvað þú búin að standa þig vel í að betra sjálfan þig, í að takast á við vandaninn, í að læra nýja hluti, nýta styrkleikana þína, ef að þér ekki gefin möguleiki á að nýta þér að þeir út í samfélagi komið, það gerist bara eins og hjá okkur öllum. Við förum bara í sama gamla farið. Af því við þekkjum það, við kunnum það. Ég fer bara að bjarga mér. En hvernig aukum við þessa möguleika þá? Hvað þarf það? Það þarf náttúrulega og vonandi að fara að koma kannski svona meiri flóra í þetta. Sumir náttúrulega eiga bara mjög góða fjölskyldur og þetta ekki vel á mótið þeim og geta stutt vel við þá og svoleiðis. En það bara ekkert allir í stöðu þess, en það bara dýrt að lifa, við bara þekkjum það líka öll. En það eru fleiri úrræði að koma á markaðinn vonandi fyrir þá sem að koma út á fangelsum, afstæða, félagfanga og aðstandenda, að þau hafa lagt talsvert púður í það að reyna að opna áfangaheimili til að mynda fyrir þá sem að á því þurfa að halda, geta þá fengið húsnæði í einhver tíma en þeir eru að koma undir sér fótunum og það er mjög gott að það sé í boði. Það sem að þyrfti hins vegar líka að vera í boði ekki það að mér finnst líka svolítið varhugavert að setja kannski fólk í eitt hús einhver staðar, þú veist, að því þá ertu búin að setja það aftur, þú veist, en auðvitað það betra en ekkert. Ég er alveg samfærð það að þá margir bara munu vonandi klóra sér bara betur út úr þessari reynslum með slíkri aðstoð, en það þarf einhver að vera tilbúin að gefa fólki stundum sjens. Samfélagið. Þess, það eru við. Það er ekki bara hinir. Það eru við.
þess að einhver þarf að vera tilbúin að taka þá áhættu, mann getur sagt sem svo að gefa fólki að tækifæra standa sig betur. Og það þýðir bara, einhver verður tilbúin að leiga þér, skilur, þó þú sért að koma út á fangelsi. Já. Einhver verður tilbúin að gefa þér vinnu. Og mér fannst, ég heyrði einmitt mjög áhugavert, áhugaverðan punkt sem að þau komið með frá afstöðu að ef að ríkið er ekki tilbúið að leiga þér eða gefa þér vinnu, ríkið sem er sko settið inn í fangelsið og segir að þú átt að vera þar og þú munt, læra þeirri reynslu og koma út vonandi betur settur, ef að þau eru ekki tilbúin að ráða þessa einstaklingi í vinnu eða leiga þeim húsnæði, hvernig á einhvern veginn að breyta viðhorfum samfélagsins og almennings. Þetta er áhugavert. Já, ég hafði ekki, ég bara... Það kannski setja smá ábyrgð til þeirra. Já, ég meina allan getum við byrjað þar, skilur, ég meina auðvitað veit maður alveg það er ekkert einfalt, ég meina einhver kemur út á fangelsi og þau kannski eiga sér bara oft á tíðum bara kannski flókna og erfiða og ljótasögu og bara ég í mínu húsi með íbúð í kjallaranum og ég með 2-3 börn, skilur, maður kannski hugsa sér 2 svarum, ég er ekki alveg viss hvort ég sé tilbúin að fá einstakling með þennan bakgrunn inn til mín, en mér finnst þá allavega að já, þessi stóra batteri, sveitafélögin og ríkið, að þau gætu þá stíði meira inn í slíkar aðstæður. Algjörlega, og sem velti maður fyrir líka, hljótum að þurfa að láta þá líka meiri þunga bara ef við tölum einhverja forvarni varandi foreldrafræðslu og fleira að vera svona stuðning þaðan, því að þetta byrjar einhver leiti þar líka, sko. Þú veist, hvar byrjar þetta? Hvernig grípu við fólk ára þetta eftir ofan í fossinn, skilurðu mig, í staðan fyrir að grípa það þegar það er að drukkna, sko. Já, og kannski eins og þú varst að segja, þú veist, eiginlega alveg frá kannski 4 ára aldri. Allavega, ef maður tala við kennara sem kenna 6 ára krökkum, það er bara, þau segja bara ég get bara sagt þér bara eftir fyrstu 3 mánuðina hvaða krakkar þurfa meiri aðhald og bara stuðning og umhyggju heldur en þau eru að fá, af því annars lenda þau mögulega í vanda og það hefur bara sýnt þau eru bara mjög forspá í því. Já, algjörlega, og ég tala við, sem kom inn Ólaði Greta Gunnarsson, hann er hjónabands, hann brennur fyrir því að hjálpa feðrum og reyndar, en aðalþunga feður, því að ef þú hjálpa feðrum ekki að eignast fyrsta barn, að þá letti það á konunni, skilur við. Já, akkurat. Og við vitum að konfliktar aukast 8-falt og eignast barn og svona, og það ofbeldi eykst þegar eignast barn og svona, þannig að það er bara veltað fyrir mig, hvað er það sem við getum, komið í veg fyrir þetta, og ég held að sé alveg klárlega einhver þungi sem við getum sett meira þangað, sko. Já, ég meina aldrei var manni kennitt að vera það foreldri. Nei. Eða hvernig það væri að eiga barn sem ætti við einhverja erfiðleika. Nei. Og ég held að það sé alveg ónýtt tækifæri þar, skilur, að ræða þessi mál á ákveðnum tímapunktum. Til dæmis, við vitum það að mjög margir eru mjög spenntir fyrir að eigna sitt fyrsta barn og þau eru mjög duglega að mæti allar skoðanir og svona og það væri alveg hægt að setja upp einhverja fræðslu og ég held að mjög margir myndu mæta allan í fyrsta skiptið og fyrsta skiptið skiptir kannski mestu máli bara einmitt uppeldis hlutverk, skilurðu, og hvað það kann að skipta miklu máli. Það er til dæmis eitt af því sem hefur verið gert inn í fangelsum, það hefur verið svona foreldra námskeið. Já, svona að rætt það, skilurðu, hvað það skiptir miklu máli, þú veist, hver maður er og hvers konar foreldra maður er og hvers konar fyrirmynd maður er. Klárlega, og hvernig þekkir maður sjálfa sig og hvernig grípur maður inn til af því að það vill enginn að barnið sitt endi í fangelsi. Þeir sem eru í fangelsi vilja heldur ekki að börnin þeirra lendi í fangelsi. Svo það er bara það mikið að vinna að reyna að rjúfa þennan vítarhing eins og segir og við grípum fyrir inni og ég held að það sé margt mjög gott að gerast í þeim efnum, ég held að fólk sé miklu meira vakandi fyrir því núna heldur hann var, en það kannski hópur sem þarf mest á því að halda, hann er líklegastur til að missa af þessu nema við finnum þau og náum til þeirra og bara bjóðum fram aðstoð, ekki alltaf bara einhvern veginn þetta er svona pikkið að þau alltaf fara úrskeiðis. Hvernig getum við aðstoðið þið? Hvernig getum við aðstoðið, sko? Draga það inn. Algjörlega. Mér langaði til að ræða við svona við erum búin að fara í fangelsinu ofbeldi og kynferðisofbeldin og aðeins í barnaníð eða barnagirnd. Já. Langar svona, hver er prósentan á fólki sem er svona með barnagirnd? Já,
Hvað er það? Já, einmitt. Þetta er svona eitt af því þegar maður svona byrjar að flétta sko bókinni Já. og svo bara stækkar bókin sko. Það við þurfum kannski að byrja því að gera kannski mun á þeim sem að brjóta gegn börnum. Já. Sem að bara sýnilega gera eitthvað. Af því það er ekkert allir sem brjóta gegn börnum sem að eru með barnahneigð, ætli ég að segja. Pedofíliu. Já. Við vitum að hlutfall þeirra sem eru með pedofíliu eru við bara ekkert alveg með á hreinu, en samkvæmt svona þáttakundarrannsóknum sem hafa verið gerðar, þá eru vísbendingar um það að 1% karlmanna hafa kendir, kynferðislega langanir kendir til barna. Það er þá bæði bara tengt við hugsanir og tilfinningar? Já, hugsanir, tilfinningar, kynferðislegar fantasíur, já. Og þegar ég er að tala um börn, þá er ég líka að tala um kannski allt aldurspilið. Ef við svona, svolítið misjætt eftir löndum skilur, hvernig maður er orðið fullorðinn og annað slíkt, en við skulum bara, ég seti undir sama hatt skilur, 16-18 ára, það er bara, hjá okkur er það bara 18 ára yngri, eru bara börn, sko. Já. En auðvitað held ég að flestum okkur finnir svolítið svona grundvalla munur þó að skaðinn sé ekkert minni og alvarleiki máls er ekkert minni, en það er einhvern veginn öðruvísi í huga flestra að brjóta gegn einstaklingi sem er 15, 16, 17 ára eða 4, 5, 6 ára. Og þegar við erum að tala sko barnahneigð eða þessar svona tilfinningarlegar langanir til barna sem eru ekki bara stunda kynlíf, heldur að svona, eins og sem ég segi, bara samsama sig með börnum, skilur, þau eru bara verða pílindi bara ásfangin af þeim, þá er það kannski bara hluti af hópnum sem er þar. En þetta er til dæmis eitt af því sem að fólk kannski skiljanlega getur ekki rætt, vill ekki ræða. Það er náttúrulega mikið skömm fólkin í því, en ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur áttur okkur á því að þó að fólk sem er einhverjar langanir, að það er ekki endilega að fara að framkvæma neitt. Nei. Og við vitum það alveg, það er ekkert allir, bara og alls ekki, sem að gangast við því að vera með einhverjar langanir, en segjast allavega ekki hafa gert neitt, og ég held að við getum alveg reikna með því að hluti þeirra bara gerir í því að reyna að halda sér öðrugum. Frá börnum þá. En hins vegar, svo komum við erum eins og með þá sem að brjóta gegn börnum, en þau geta líka alveg verið með fullorðnum. Það er ekki bara áhuga á börnum, svo erum við þá sem eru þá með barnahneigð, sem að í raunum tilfinningar tengja sig við börn, og það er ekki allir þeir, og bara alls ekki allir þeir sem að brjóta gegn börnum, jafnvel bara lítið hluti. Svo erum við nú kannski með annan hóp núna sem að fer ört stækkandi, held ég, og það er náttúrulega þeir sem er að skoða barnaníðsefni. Og það er til dæmis hópur sem er bara orðin bara mjög blandaður, það er bara mjög erfitt að átta sig á honum, þeim hópi, af því að hann er risastór og sumt af því virðist tengjast þessari svona spennu sækni að skoða ólöglegt efni eða bara, hvað maður segir, svona efni sem að ýtir við manni með einhverjum hætti, og það hefur orðið gríðarlega aukning á brotum varðar brot á netinu náttúrulega, það sem að fólk er annarkvort að reyna að tengja spönnum eða aðalega þá kannski að skoða þetta barnaníðsefni sem að er bara orðið miklu, miklu aðgengilegra heldur en það hefur nokkuð tíma verið. En þessi þrír, er það þá barnahneigð? Já. Þeir sem brjóta börnum? Þeir sem brjóta börnum, og síðan þeir sem skoða, já, og þetta getur overlappað yfir allt saman. Já, þetta getur þetta náttúrulega overlappað og annað slíkt, en það er kannski svona, já, svona í grófa myndin er þessi, og svo getur mann kafað svona dýftinni fyrir hvern hóp fyrir sig. Og er aukning í, er þið meira varfið að einstaklega sé að horfa á þá börn á netinu? Já, sko, það er allavega þessar stóru veitur sem er að skoða og fylgjast með umferð á netinu, að þau bara sjá að bara eftirspurn af síðum með barnaníðsefni er bara gigantísk, og hún bara eykst og eykst og eykst og eykst, og frambúðið líka því miður.
við sjáum það líka annar staðar að bara tíðni mála sem fari gegnum réttakerfið, það sem að brotið felst í því að horfa á barnaníðsefni og brjóta á börnum með þeim hætti, að það bara að fara upp úr öllu valdi í nágrannalöndunum. Það mun gerast hér líka á einhverjum tíðanpunkti. Að hluta til þetta náttúrulega að því að það er ólíkt málunum sem við vorum að tala áðan, það sem orð gegn orði, þá ekkert orð gegn orð, þó þannig ertu bara beinherðar sko, fæla á tölvunni eða í símanum eða hvað sem það er. Svo það er miklu auðveldari sönnunarbyrðin í þeim málum. En hins vegar það alveg klársmál að það er ein stæðsta svona ógnin núna akkurat þessi brot á netinu, hvort sem að það barnaníðsefni eða brot gegn börnum í gegnum netið. Og það kannski svolítið annar hópur heldur en við höfum verið höldum að við höfum verið að fást við. Og við sjáum mikið ungu fólki, kannski bara því þau eru tölvubættari og þau eru forvitnari og þau eru kannski tilbúnari að einhvern veginn bara smella. Já. Af því að ég alveg vissum að hluti af þessum málum það er ekki endilega þessi löngun til að brjóta gegn barni eða, þú veist, kynferðislega langanir sem beinast að börnum sem ekki heyrða áfram. Það er forvitni og spennan í að gera eitthvað, sjá eitthvað sem að augrar manni og náttúrulega barnaníðsefni náttúrulega þar á meðal. En við sjáum þau líka oft með dýraníðsefni, skiluru, það líka oft eitthvað, þú veist, svona mjög mikið ofbeldisfull kynlíf, skiluru, þetta svona blandast allt svolítið saman. Og það semst verið að fylgjast með þessum, hvernig, alltaf kom meira framboð og meiri eftirspurn og þá alltaf erfiðar að fylgjast með það eitthvað og grípa fólk. Já, sko, menna þetta nú kann ég bara ekki nógu mikið á dark webin til að geta útskýrt þetta, en auðvitað náttúrulega mikið af þessu þar, skiluru. En fyrir þá sem að kunna eitthvað og mér skilst að það sé ekkert mjög erfitt að finna leiðir. Það sem að, þú veist, IP-númerið eftir valið, skiluru, þú veist, þú veist, það erfitt að rekja hverjir eru að skoða. En hins vegar umferðin sýnileg, skiluru, en þú bara veist ekkert úr hvað átt hún að koma, skiluru. Ég líka svolítið forundin að vita, sko, ekki margir sem brjóta þessar að horfa á efni, ekki einhver sem hafa lent kannski í einhverju líka, ekki einhver tengslar á milli? Það talið svona cirka 30% þeirra sem að brjóta á öðrum hafa lent í sambærilegu í sínum uppvexti. Og ekki líka síðan ef þú brýtur öðrum og ert tekin fyrir það, mjög líklega til að vera tekin fyrir eitthvað annað seinna mér. Já, fyrir hegðun besta forspáin framtíðarhegðun. Já. Nefnum eitthvað breytist. Og það getur að vera allt í þessari myndi, það ekki? Já. Saman hvort það er aftur brotið, saman hvernig mynd brotið er. Hvort það sé bara, að horfa eða framkvæma verknað. Já, einmitt. Og það er náttúrulega bara svolítið sérstakt að alvarlegustu brotin, þau eru kannski ekkert endilega að segja okkur, þau eru ekkert líklegri til að brjóta aftur á sér. Og það meir, þú veist, ef við hugsaum þetta bara, náttúrulega taka það reyndur úr þessu samengi, en við hugsaum bara með morð. Það er mjög ólíklegt að einhver fremji 2 morð, sérstaklega í Íslandi. Það er ekki ómögulegt, það hefur gerst, en það er mjög ólíklegt. En hins vegar kannski alveg líklegt að þessi sem að myrt einhvern haldi áfram einhverjum öðrum brotum, fara að brjótast inn eða, þú veist, gera einhver aðra hluti. Svo þetta er ekki alltaf bein leið í sama brotið, en það er alveg rétt að við vitum það að hættan til staðar og hún meiri ef þú ert búin að fara yfir þessi línu einu sinni, þá er auðveldra að fara yfir hann aftur. Nema, einmitt, að við náum að byggja upp þessa varnir. Þessi betrun, þú veist, það er svona einhvern veginn svona þessi breyting á hugsun, þessi breyting á tækifærum, aðstæðum, hvað sem það er sem að skiptir hvernig einstakling máli. Og þá þarf hún að vera eins og til staðar, að sé ekki erfitt að sækja sér hjálp og sé hvað er búið og því að, það meðferði virka við þessu, ekki? Sko, meðferð, hún virkar í einhverjum tilfellum, hún virkar í 50% tilfellum, við skulum bara segja það, og við vitum það að markviss meðferð sem að er rétt framkvæmt, að hún dregur líkum á frekar brotum 50%. Ég vildi ekki geta sagt að vera 100%, en það er engin meðferð sem virkar 100%. Við erum bara ekki komið þangað og ég veit ekki hvort við komumst þangað, allan ekki minni lífstíð, en ég er alveg tilbúin í 50%. Það er alveg þess virði þá að fara með fólki gegnum það.
meina, þú veist, þó að það er ekki nema 10%, sko. Akkurat. Það tölvöld betur en ekkert, sko. Já, algjörlega. Og en það er náttúrulega, eins og þú segir, það er bæði, hún er ekki, þetta er ekki skammtíma meðferð yfirleitt, þetta er yfirleitt ekki svona mætt í 4 skipti og þá ertu læknaður, sko, þetta er svona langtíma verkefni sem að er náttúrulega bara mikil skuldbinding og stundur svolítið flókið og fyrir þá sem eru ekki inn í fangelsunum eða ekki með þannig mál að það eigi að fara inn í réttakerfið, skilur þá bara tekur það á. Bæði tímalega, tilfinningalega og fjárhagslega í flestum tilfellum. Já. Réttarsálfræði. Já. Erum við að gleyma einhverju? Sko, réttarsálfræði er náttúrulega miklu meira heldur en þetta. Já. Þú veist, og nú vorum við kannski bara svona fókusuð einn hluta þeirra, sko. En réttarsálfræði náttúrulega er líka til dæmis þetta að vinna fyrir dómstólana. Þú veist, að meta fólk fyrir dóm, að meta vitnisburð og trúveruleika og annað því tengt. Það er náttúrulega mjög algengt erlendis að það séu svona ákveðnir einstaklingar sem bara vinna við það, bara eingöngu. Réttarsálfræði líka kannski innan lögreglunar. Þú veist, það er mikil, hvað maður segja, auður fólkinni því að vera með réttarsálfræðing til að aðstoða lögregluna við sín mál og við höfum dæmið þess hér hafa við réttarsálfræðingar eða fólk að vinna með allavega með réttarsálfræðilegum vinkli svo að það, þú veist, það er margir ángar, sumstaðar eru náttúrulega unni mikið með úlinga, við kannski, þú veist, tölum aðeins það áðan, en það er svona alveg það er tíminn til að ná þeim. Já, við kynþroska. Já, og bara svona á þessu úlingastígi, þú veist, ég meina, þá er eftirliti með þeim minna hálfu foreldra, sjálfstæðið þeirra fer vaxandi, þeim langar að vera sjálfstæðið og þau eru líka bara mjög spennusækin og það er alveg heil grein innan réttarsálfræðinar sem snýst það að aðstoða, skoða, rannsaka og meðferða ungt fólk, svo að það einmitt mingi þá þessa áhættahegðu sem gæti komið þeim í vandræði síðan meir. Þetta er bara gífulega áhugavert. Ég heldur sem bara búin að koma að vera ansið margt. Ég var mjög forvitin og hafði margar spurningar til þín, en mér varst yndislegt að fá að tala með og skyggnast í þetta, því að ég bara gaman að fá upplýsingar frá þér, sko. Já, það var bara, já, alltaf gaman að tala spennandi málefni. Er það ekki? Sem maður hefur ekki alltaf svöru við hins vegar. Nei, nákvæmlega. Og það er náttúrulega kannski líka það sem er svo spennandi við réttarsálfræði. Það er ennþá bara svo margt ósvarað. Já. Og þetta er svo mannlegt. Heimspekilegt, siðferðislegt, ég veit það ekki, allt í bland. Allt í öllu, já. En Anna Kristín, takka þér kærlega fyrir að koma og tala. Það var mjög gaman að fá að tala við þig. Já, takk svo mjög. Bara áfram mér. Legum þitt að mörgum til að gera betri stað.